Í vikunni kom út leikurinn Resident Evil 5 á PlayStation 3 og Xbox 360. Þetta leikur sem menn hafa beðið með mikilli eftirvæntingu, enda gamall höfðingi kominn aftur í aðhlutverk, Chris Redfield, en hann þekktur úr fyrri Resident Evil leikjum. En Sverrir Bergmann, hann sem sagt búinn að taka í kvikindið og hvað að gera? Já, ég var vægast spenntur eftir þessu leik, verð ég að segja, því að Resident Evil 4 einhver sá albesti leikur sem ég hef spilað. Þannig að ég var mjög spenntur eftir að þessi myndi detta inn. En þarna semst erum við komnir frá Spánaríki yfir í Afríku. Og það svona svipuð veira í gangi og Resident Evil 4 leikurinn, þar sem að springa svona upp úr einhverju gaurar með svona alls konar anga og svona drast sem að koma þarna upp úr, og þú átt að koma þér í gegnum þessa veiru sem að hrjá Afríku þarna þessum tíma. Þetta sama veira við hinum? Þetta mjög svipuð veira og kemur frá þessum Umbrella, þetta eru leifandar af því fyrirtæki sem var einu sinni og hét, sko. Og einmitt var innsett eftir þarna í Raccoon borginni. Já, nákvæmlega. Og þekkir það, en allavega þarna í þessu leik, þá hann töluvert breyttur núna, því að þarna þeir farnir að svona einblína meira á co-op spilum. Já. Þarna til dæmis, þegar þú fer í gegnum þetta í single player, þá alltaf hún Shiva með þér, sem alveg undur fögur kona, og það verður reyndar að segjast að karakterarnir báðir eru, kannski fullmyndarlegir fyrir minn smekk. Þarna erum við að tala bara næstum því Brad Pitt og Angelina Jolie að hlaupa í gegnum Afríku, sem þau reyndar vön að gera. En hann einmitt, Chris Redfield, einhver svona almassaðasta skotpersóna sem ég hef séð. Þetta mjög svona Resident Evil legurleikur. Nú okkur fyrir það en hann þetta ekki alla leið, skilur. Hann ekki jafn creepy og svona ekki sami feelingur og var í gömlu leikjunum. Heldur þetta orðið kannski meiri hasarleikur heldur en nokkuð tíma hryllingsleikur. Já, ok. Hann í rauninni brýtur svolítið Resident Evil formið þar. Þetta orðið meiri hasarleikur heldur en hryllingsleikur. Þannig að það ekki þetta, þú veist, stökkvandi eitthvað á þig og þú veist, myrkri og ekkert. Já, ekki alveg svona, ekki með jafn lítið af skotum og allt þetta dæmi. Og talandi skot, þá ertu ennþá samt bara með þessa bara nýju slott í þínu inventory. Þannig að þú þarft að passa rosa mikið hvað þú ert að taka. Og svo ertu líka að skipa gælunum sem með þér að taka skot og svona. Þú þarft að fylgja svolítið með því hvað hún á eftir að skotum og svona. Og ef hún að lítið á skotunum, þá segir henni að pikka upp skotin ef þú ert með nóg. Þannig að þetta svona, og mikið af vopnum í leiknum, og þú getur uppfært hvort að séu meiri líkur að splatti hausnum eða firepower og annað eftir því. Þannig að hann alveg, trúr því sem eins og var í Resident Evil 4. Og co-op-spilin, hvernig það bæði? Já, þú getur farið bæði split screen co-op, en þetta ekki þetta gamla sem bara skipt skjánum heldur fer henni sikkert horni. Pælingin þessu bara einfaldlega að þá ertu með meiri fókus á það sem þú ert að gera. Og þú veist, hinn skjárinn ekkert að trufla, en þegar þú ert kannski á 26 tómum, þá þetta svolítið óþægilegt. Þannig að þá myndi ég freka mælast til þess að fólk spila þetta online í co-opinu þannig, því að þá ertu með alla skjáin og leikurinn hannaður sem slíkur fyrir akkurat það. En ekki þetta mæla með honum fyrir co-op, því að ég meina hann byggir svolítið á co-op. Algjörlega. Það að leysa ykkur endakalla og svona, þú veist, með hjálp hins. Þetta ábyggilega með betri co-op-leikin sem hefur komið út og tekur ábyggilega Army of Two í nefið til þess. Þannig að, hvað myndirðu segja þennan leik svona ef þú ættir að taka þetta saman? Það gefa þessum leik alveg heila 9 í dóma. Já! Þetta stórgóður leikur. Hann vissulega ekki fullkominn, en hann fer helvíti langt. Ertu búinn að venjast í að geta ekki hlaupið á skoti? Það fer svolítið í taugarnar á mér, sérstaklega í byrjun, en svo náttúrulega venstu því. En það náttúrulega hluti að, þeir hafa verið að tala um það, þessi hluti af stemmingunni. Og þú ert svolítið fastur og þú ert að vera að velja og hafna og svona. Þú veist, þegar þú hleypur, skilur, sem það gæði eftir, þú ert að hlaupa, svo snýrðu þig við, tekur upp byssuna, getur ekki treyst þig, skýtur, nei, þá byssan búin og þá ertu að hlaða. Þá ertu bara eitthvað að hlaða í rólegheitum. Og hverjum það að kenna að byssan var búin? Mér, en samt.